Fyrirtækið Plain Vanilla kynnti í dag endurfjármögnun upp á 2,5 milljarð. Fjármagnið mun að stærstum hluta fara í rekstur þess á Íslandi. Íslenska tölvuleikjafyrirtækið Plain Vanilla sem gaf út spurningarleikinn vinsæla Quiz Up hefur lokið endurfjármögnun upp á $22 milljónir eða jafnvirði 2,5 milljarða króna. Allir núverandi fjárfestar í Plain Vanilla tóku þátt. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Velgengni Quiz Up tölvuleiksins sem Plain Vanilla gaf út í nóvember hefur verið ævintýri líkust. Núna hafa rúmlega 6 milljónir manna sótt leikinn fyrir iPhone og iPad og 100.000 nýjir notendur bætast við á degi hverjum. Þá unnið að forritun og þróun útgáfu leiksins fyrir Android stýrikerfið og á hún að koma út á næsta ári. Áhugi fjárfesta á Plain Vanilla sem staðsett hér við Laugaveg 26 hefur aukist mikið eftir velgengni tölvuleiksins Quiz Up. Stjórnendur fyrirtækisins stóðu frammi fyrir því að geta valið úr fjárfestum vestanhafs við endurfjármögnun á fyrirtækinu að þessu sinni en ákváðu að halda tryggð við þá sem lagt höfðu fé í Plain Vanilla fyrir útgáfu Quiz Up. Sequoia Capital og Tencent Holdings leggja Plain Vanilla til $22 milljónir í formi nýs hlutafjár en stærstur hluti fjármagnsins fer í uppbyggingu og rekstur hér heima á Íslandi. Þorsteinn B. Friðriksson, stofnandi og framkvæmdastjóri Plain Vanilla, sér að það hafi verið ánægjulegt hvað Quiz Up hafi orðið vinsæll hratt. Þetta mjög skrítin tilfinning að vera vanur því að fara út og vera inn að afla sér einhverja fjárfesta og þá það alltaf geðveikt erfitt að fá fundi með fólki og erfitt að komast einhvern veginn að en núna þegar við fórum út eftir að við gáum út leikinn þá snerist þetta alveg fullkomlega við og allir vildu fjárfesta í okkur og allir vildu kaupa okkur eða vinna með okkur eða einhvern veginn koma sér samband við okkur og það er mjög skrítin tilfinning að vera með svona hitt vöru á bandaríkjamarkaði. Það breytist einhvern veginn allt svo rosalega. Hluthafar Plain Vanilla höfnuðu á dögunum $100 milljóna tilboði frá fyrirtækinu Zynga Games. Við ákveðum að lokum að því að við vorum búin að ná þessum árangur á bandaríkjamarkaði að við höfum tækifæri til þess að stækka fyrirtæki mjög mikið og mjög hratt. En til þess að gera það að þá þyrftum við talsvert meira fjármagn og enduðum á því að velja þá leið að fara með Sequoia Capital sem var komin inn í félagið áður og gríðarlega stór og vel virtur fjárfestingarsjóður í Bandaríkjunum og þeir ásamt Tencent sem eru hinir aðilarnir að þessari hlutafjáraukningu munu styðja okkur í því að stækka fyrirtæki mjög mikið og mjög hratt á næsta ári.